má reykja í bílnum hjá Tómas spyr Haraldur Jónni Já, að sjálfsögðu og það nú annað en í Jaguarnum hans Gunnar Birgis þar komst að því eigum við daginn að það má ekki það má ekki einu sinni sko taka og þú veist svo opna hurðina og svona blása út þegar maður að labbin í bíl það má ekki Var ég búin að segja þegar ég keypti mér Nissan Qashqai 2007 þá ætlaði Gilsan að kaupa sér pulsu og éta hann í bílnum ég sagði, farðu út það var bara svona glæný bílalykt inn í bílnum ég vildi ekki pulsulykt inn í bílnum ég sendi hann út og hann sagði, ekki að djóka sagði, nei, farðu út það er ekki verið að éta pulsu ekki svona fljótlega eftir kaupin rár laukur sko ég bara vildi ekki sjá þessa lykt eða vildi ekki finna hana sko Ég mátti ekki taka drikkin í Jaguarinn og Gunnar sko Nei, Ég þetta tjöggan bara það er líka ríkala skemmtur og bíl hjá hann Já, hann er líka inn í bílnum, hann er alltaf bara impeccable sko. Það er ekki rík korn En hvað er þessi Jaguar hjá hann? Er hann nummer 2? Þetta er nummer 2 Hann gafst á rafmagninu Já, gafstu bara rafmagni hann var komið nóg á rafmagninu ég er nú hrifnar af því En nú keppast menn við að dásama Serie A og við erum að horfa þarna upp á rejects úr sko, ekki bestu liðunum í Englandi sem er að gera gott mót og mér fannst alltaf svona eins og með Pablo Osvaldo Já, emitt Ítalinn spilaði Southampton Hann spilaði fyrir Southampton svo spilaði hann fyrir Inter Juventus og Roma Ég er að lendi sko doktorfútból leik með þeir eru að verða svona eins og þarna körfuboltaspjalli þarna fannst ekki þarna dómarspjalli bara, þú veist, það er svona ég þarf að fara með mér hreinsana Þú ert löngu bara að missa stjórn á þessu batteri ég kom alveg sko bara Þetta er orðið alltaf stórt Var ekki Kelevan og láta menn heyra Gunni greið bara að taka við höggum bara í hverju einu Já, heyrðu okkur gaur eitthvað að tala um eitthvað liftingasamband eitthvað ég bara svo Mér fannst Keli halda þessu vel niðri á einhverju tímapunkti en núna er þetta eiginlega bara orðið Þetta er ekki einsmannsverk sko Þarf ekki Keli bara að banka upp á fleiri hurðar Jú, svo er það Hversu rosat var þetta myndir á Kela banka Þetta er svo intimidating svipur sko Tjekkja á sig þetta eigum við myndina strókar af Kela að vera að dingla Tjekkja á þessi Hér er Epic þeir meðan og eiga það þeir eru alveg kunnað þetta alveg þarna á X-inu sko Þetta er rosalegt sko En ég er að með hnífin á það Nei, Hvað heldur hún á? Þetta er símin á Þetta græna Fulham er komið yfir og það er Andreas Pereira sem er búin að koma Fulham yfir á móti Liverpool Ég það marg frá Everton Okkar maður að fylgjast með þessum leik er að sjálfsögðu ég og sjáum þetta hérna er eitthvað sem Varherbergi getur gert þetta verðist að slæmistu hérna á Robertson með lélega sendingu Díop með líkil sendingu út á vörninni engin rangstaða ennþá að sjá sko ég þarf að höfum við ekki að reyna að ná í naflan bara prófum að því að það er rólegt á Emirates vellinu núna Blackburn 2-0 takk fyrir það Come on nafli Blessaður nafli hvað segir þá? Við erum nokkuð góður hérna Það er rólegt Já, það er rólegt það er svona það sem hefur raunni vakið athygli mína er það hvað Asli Jóng hefur verið duglegur upp og niður bakvörðin Já, Asli Jóng, já hann er svolítið bara svo rennilás upp og niður Hann segir og þeir einhvern veginn, maður sér það uppleggið hjá Arsenal var svolítið að sækja á hann hann eru lokað á allt sem þeir hafa reynt Er þeir búin að fá okkur á hotspinnur? Já, þeir hafa nefnilega fengið okkur hotspinnur og þetta er svolítið svona svo fylgjast með Picasso verið að mála en það var ekkert komið, það var ekkert nema niður svo dór. Finnst þeir þetta spila upp á hotnin? Já, þeir gera það nefnilega, það er svolítið þannig, þeir eru rauninni sækja allt upp úr þessum hotspinnum. En hann er með Martinelli bara gjörsamlega í vasanum, Jóngarinn. Já, hann er með hann alveg skilað í vasanum og það er rauninni ekkert, þeir hafa rauninni ekkert óknast að einhverju viti. Ég held að, já, hvað segir mestur? Ég fór á ég hafði gaman að því að fara Gunners til leika því að Gunnar Birgis sagði náttúrulega við mig á heimtudaginn að það væri Pepsi og dælu og Gunners. Þannig að ég prófaði Pepsi og dælu og Gunners og það stóð allar væntingar, ég var að veikra það. Já, svo er það pílan á morgun eða ekki? Það er pílan á morgun, það er 8. kvöld í Alexander Palace. Já, hvernig varstu, nú fórstu á Nínu á fimmtudaginn, varstu ekki sáttu við þetta? Já, síðan já.
Sem vorum maður bara mættir í Ölsen niður á leikstöð bara klukkan 5 morgunin. Ég var mjög ánægður með þig og harður nafli, ég var virkilega stoltur að þér. Já. Tókst allan daginn og bara... Ég ekki ykkur ef eitthvað gerist, það er ekki mikið að gera svona. Og ekki nóg eftir á tanknum að þá? Hvað er að gerast? Bíddu. Er hvað að gerast? Þú leggur þig seinna. Það færi núna og Pekvar getur hann. Pekvar tekur hann og getur hann. Pekvar tekur hann og getur hann, við veitum ekki hvernig hann tóku át en við komumst að því síðan nafli. Naflinn er á undan mér. Þú fylgist með þessu fyrir okkur, takk fyrir þetta. Yes sir. Yes sir. Það held ég líf og fjör hjá naflanum okkar í Lundúnum. Hann er auðvitað leiðin á heimsmeistaramótið í pílukasti. Þetta verður auðvitað væntanlega uppgjör milli Luke Humphries og Luke Littler. Stóra strákar liðskipin í dag. Þetta lítur út eins og útsending á alvöru pay-per-view vefsíðu þar sem WWE er krufið til mergjara. Þetta er svona stóri kallar Ég bara með minna núna. Þetta er hvað allir meðalþyngdi sé núna. Við erum í einhverju postnúmer. Þetta er tryggjast á að tala. Við getum búið til postnúmer. Jón Kári Eldon, hann er mættur strax í að opna. Hann er frábær í þessu öllu saman. Hann er mættur hérna. Og Björn Bragi sem að stýrir quizinu er á línunni. Björn Bragi, hvað segirðu? Ég segi gott, ég komin í einhverja beina útsendingu. Þú ert hérna í Dogzone á YouTube að sjálfsögðu og menn að ræða gamblið í kvöld á Val Fram. Mjög gott. Þetta er á Epic. Já. Verður spurningarna þyngri af því þetta er úrslitaþáttur eða? Ég held ekki sko. Ég er svona, ég veit ekki hvað ég get. Við erum bara að pæla hvort þetta sé undrið yfir 57,5. Ertu búin að loka spurningalistanum með það? Það er kannski svona aðal spurningin. Heldur að, þið ekki handtekir ef við myndum fara að gefa ykkur? Þetta er bara já en er spurning. Nei, ég held þetta, sko, fólk getur bara svona, þú veist, hvernig það hefur verið bara fyrir úrslitaviðuregnum og þetta er svona bara, við erum bara svipuðu nótum. Já. Þannig að þetta verður ekki eitthvað mikið fyrir. Menn eru svona að velta þessu mikið fyrir hvort þeir að fara unders eða að fara overs eða hvað þú að gera? Já, ég held að þetta sé ég held að línan sé rétt, við skulum orða það þannig. Já. Þannig að þetta getur dótt í hvorum sem er sko. Herru, sko, það er live audience þarna. Já. Þannig að og er fullt í það að er það að bæta við liði í salinn eða? Herru, það er bara tróðfullt og fólk á biðlista sko, þannig að það er mikil stemming bara með framara og valsara og quiz aðdáðanda, þannig að þetta verður trillt í beinu útsendingu kvöld. Þú getur keypt í spotta samt eða ekki? Jú, ég meina hvað er að tala fyrir ykkur eða? Við erum fjórir. Keypt í ykkur spotta. Já, ég var pæli frænda mínum en allavega þetta verður helvíti skemmtilegt, við sjáum að Fram er orðnir favorites, við svo sem veitum ekkert hvað við eigum að lesa í það, Rúnar Freyr búin að vera í miklu stuði. Já, og Sandra Barilli þetta líka, þau eru mjög gott, svo náttúrulega eru þau á móti Bergjepa og Kristínu Þóru, þannig að þetta eru tvö bara geggjulið, bæði skemmtileg lið en líka mjög góð spurningalið, þannig að ég held að þetta verði alveg mjög hörð keppni í kvöld sko. Já, þessi klukka byrjar þetta aftur? 7. Beinni á Stöð 2. Klukkan 7 á Stöð 2. Við tjekkum á þér á eftir. Geggjast. Herru, takk fyrir þetta. Takk. Takk fyrir. Ok, já, bye. Já, Björn Bragi, okkar maður. Hér er Gunnar Birgisson að spyrja, er léttur yfir jólin með Rio Trio byggt á sannsögulegum atburðum af fyrri jólum Tómasar? Ég meina við vitum hvernig þetta er í desember. Þegar myrkrið tekur yfir, þá er ágætt að vera léttur, myndi ég halda. Já. Og þetta er náttúrulega eitt af bara topp 5 jólulögum líka, léttur yfir jólin. Já, eigið þið ykkar upp á jólulag? Þetta er topp 5, Já. Fyrir jól er hann líka. Já. Og svo snjókvart falla í rockútgáfu með hljómsveitinni Nögl frá Húsavík. Mitt er alltaf bara í svörtum fötum. Já, í kvöld. Jólin er að koma. Ég er með dómant Páll Óskar og Sigga Bendins. Já. Jólin koma með þér. Ég er Driving Home for Christmas. Svona rólegt svona. Það er svo fræktur orðið. En svo hlusta ég náttúrulega bara á jólaplöturnas Kristjáns Jóhanssonar. Já. Það er svona,
Það er ekkert eitt uppáhalds þar, bara svona platan í heilsinni. Nei, bara rúlla. Já, ef uppáhaldsplata, þá er það alltaf Páll Óskar og Mónika hjá mér. Já, þegar Spaceman Came Traveling, hefur heyrt það? Hef ég heyrt það? Já, ég hef heyrt það. Það er verk, sko. Þetta betur, sögum frá því að Liverpool hefur búið að jafna, Newcastle að keyra yfir Leicester. Við býðum eins og ennþá eftir marki á Emirates-vellinum. Það eru fleiri mættir hérna, Arsenal-menn mættir. Dælirinn á tjattið og svo er hann bara mættur. Hvaða design peysa er þetta sem hann er í? Hann er designer Adidas. Þú gafst honum þessa peysu, eða ekki? Jú. Er þetta geggjuð peysa? Já, hann er heldur flottur í henni líka. Já. Hann er líka ekki búin að fara úr henni, sko. Svona, hvor er hérna betri 80 kíló köttaður, Fannar Freyr, eða 90 kíló að Brynjar Ásgeir? Veit ég hvað það þýðir? Hefur Fannar Freyr verið 80 kíló? Það er svona... Já, hann var 80 kíló örugglega einhvers staðar í öðrum flokki, alveg upp og niður á meitra vinstri fót. Kantinn. Það var náttúrulega alveg lýgilegt hvað Brynjar gat spilað þarna, alveg spikfeitur í F-átriðinu. Er hérna Gunni Birgis, hann er hérna eini sem er búin að fara á Ice Guys tónleikana, náttúrulega þjóðina að pæli þessum Ice Guys tónleikum. Gunni, hvernig var þetta? Þetta var frábært. Þetta var frábært, segir Gunnar. Mjög gott sjó. Hvað stóð upp úr? Var það krumlan eða? Já, ég var smá svektur með hvað Jón Jónsson söng lítið. Jón söng lítið. Ég harðast Jón Jónsson maður. Hann söng of lítið fyrir þinn smá. Já, ég hef viljað sjá meiri svona... En hvað, fórst ekki á hann bara eitt í salnum? En Var það ekki nóg? voru börnin að syngja með Sexy Roo? Sexy. Hann tók ekki bara tónleika. Gat hann ekki breytt Er textanum? þetta neðanbelti slaga? Já, það var mikið kjöfnverðis lokkaði. Já, kannski. Herra, það er ein spurning, það er rosalega hluta á Hafnfirðingum, þá er vantilega að tala með og andra, en gleymið því ekki að við erum með Tengdason Hafnarfjörður hérna á kantinu. Já, og bara náttúrulega bara býð þar í dag, sko. Það var alveg, þetta var recruitment. Þetta var sæn, þetta var sæni sem við þurftum. Ætti Arteta að ráða svo kallan in-play þjálfara sem þjálfa leikmennina í opnum leik? Ég held að það var ekkert vitlaust. Spyr Kristoffer Jóhannsson. Já, Jón Kári, hann er að spyrja, finnst þér Arteta þetta ráða in-play þjálfara? Það kom putti tilbaka. Hann þyrfti að fá... Var það þumall eða miðfingurinn? Kannski var þetta ekki þumall? Hvað kalli eftir hérna vextirskreiningarnar hann? Mjúral? Jú, Mjúral, já. Þá hann fengi bara eftir fyrsta markið í opnum leik. Ef þeir næði því. Já, þá fengi að mynda sig á Mjúral. Já, graffaði bara upp. Herri, ég ætla að blanda gin og tónik fyrir ykkur strákar, þeir kannski haldið þessu gangandi meðan að ég blanda fyrir ykkur eina blöndu eða svo. Ég eftir ég sá naflan öskra eftir gin og tóningnum. Já. Þá vissi ég að Var ekki gin og tónik þetta? hvað er þessi gin og tóning sem var að tala um? Ég er búin að vera bara spenntur síðan ég fekk boð að fá að smakka á þessu. Ég ætla að segja pass við hana núna, en ég smakkaði hann síðast. Þú hefur smakkað. Já. Það er líka upplifun að sjá hann þegar hann byrjar að Þegar hann er að taka börkin. einhvern veginn flýsja börkin, sko. Það er þetta ekstra dæmi, sko. Já, þetta er drengurinn maður. Við erum með sófakammi. Nei, það var nóg að fá hann bara síðast. Þetta er snild sem er nóg að smakka einu sinni. Já, nei. Herðu, djöfull er hann góður. Þetta er rosalegt. Þú fegst ekki rosalega góða gin og tónik. Var það? En leiðu mig þá að smakka. Herðu, þetta er... Leiðu mig þá að smakka. En sjáu þið núna Martinelli sko pakka saman af Asli Jón og Saka hún var pakka saman af Malaysia, hann búin að vera meiddur í 500 daga Og Míko Lenko í dag. Hann reynda hélt honum það. Það þarf ekki mikið til. Sko ég get sagt að ég sofnaði, ég var nú á þessum leik, ég sofnaði fyrir áleik, það var aldrei gerst. Það verðist ekki þurfa mikið til. Það er hotn í Arsenal, Trossard. Og svo líka var að tala um sko ein spurning, hver nota stærsta skónúmerið? Andri mögulegur Dark Horse. Nei. Ok, hefur að fara yfir þetta? Ég er 49. Wow. Þú þarf að fara í eitthvað svona spesial. Já, ég lapp ekki húra. Nei. Til dæmis. Ég er í hærri mörkunum. En hvernig dattir í huga þegar þú ert í 49 og ég sé Dark Horse í þessu? Nei, mér dattaði ekki hug, það var hann Ásgeir sem spurði því. Kæmi bara þarna 52 óvandur bara. Já. Er þetta ekki bara 43 eða? Þessi er allt og litlir. Þessi 44. Það eru einhver örfá pör af þessu í Hamraborg 20. Það koma meira á mándaginn. Ha? Já.
Hvað er opið lengi? Það er opið eftir Anskotin 5 eða 6 Hamraborg 20, herru, Liverpool að sækja Mo Salah með skot langt fram hjá backpressa, PB það er 155 hér það er 155 það er 2010 140 2012 155 kíló tók ég í bekknum, í sporthúsinu ekkert í vídeónu ég tók marg á 140 sko bara sem ég pumpaði sko ég hef reyndar ekki tekið backlingi eftir ég skrúaði upp bakinn á mér af því að ég lyfti backpressu með öllum líkamann Já, einmitt. Ertu svona fettur eins og stafurinn A? Þú vart að taka alveg ist. En ferði þarna gallan? Já, ég tók þetta á kjötinu. Já, var þetta á kjötinu? Var þetta ekki þarna? Þetta var tekið á kjötinu. Ekki þarna sem strektur allur þarna? Var þetta fyrir hátti? Nei, þetta var eftir hátti. Ég var getinn. Ég tók 125 bara í síðustu viku. Ógetinn? Já, ógetinn fyrir hátti á kjötinu. Gilsarinn var þarna með eitthvað svona æði fyrir að vera alveg eins þungur og hægt væri. Og þá vorum við í réttstöðum og svona. Þá bara snúður á kantinu. Bara máttu vera að geta bara sem langaði maður sér þess að powerliftara var þetta dirty bulk þeir eru alltaf með nammi á kantinu með þessi powerliftara þeir eru bara með Haribo dælt í þessi þá kóluðinni bara beint í kerfið ég var heyri í naflanum með hann sem hörmulega að leika á Emirates ekki mikil skemmtun ég gæti trúið að hann er á þriðja degi núna, hann gæti verið sofnaður Elsku kallum, neina hann ekkert Nei, hann er það harður undur Þetta er grjótart kvikindi, þetta er eitt svo harðast sín þekki í dag Naflin, segir hvort hann tæki síman Blessaðu Naflin hann er sofnaður Naflin er sofnaður Á þriðja degi Þetta var lesið Býtu, hann er eitt vakandi á Emirates eins og Gunnar Birgisson sagði, hann klappaði fyrir því Það er ekkert að gera á Emirates Þetta er bókasamt stemning á Emirates The library Já, þetta er ég var með nokkrum nöllurum fyrir daginn og þeir eru ekki sáttir með síðan Hvernig fannst þess að skipting á 60. mínútu? Það er Fulham að skora Núnes að skora Þetta var ekki málegt Fulham konir í 2-1 stórkostleg afgreiðsla þarna hjá Lundunarbúum og er eitthvað að gera svo Emirates? Ekki neitt þeir eru konir á síðasta hlingur Sjáum hvort að Varherbergið gerir eitthvað í Liverpool-markinu Alisson liggur þarna En Hjörvar, þú eru átt á því að markalust jafntefli er náttúrulega þinn uppbólstað því að hvoruðlið gerir mistök. Já, hvoruðlið gerir mistök, heldur betur, ég saman á því. Herri, við ætlum að kíkja á þetta mark hérna hjá Fulham, takk hérna fyrir þetta. Boltinn best til vinstru á takksumleis. Herri, maður sjá, það er skóquiz. Herri, já. Það er þetta inn skóquiz. Það er þetta inn skóquiz. Built by JKE, Jón Kári Eldon. Og í þeim tölu er út á nýstar og hendi leinuvatninu Bobby De Cordova Reed. En það er svo seint. En það er skóquiz, ok, Wayne Rooney Man United debut, hvað er skór? Þið viljið fá skóin sem hann er í hana, hann er í Total 90, þetta er Total 92, liturinn, voru þeir ekki, þetta er, Fenerbahce-leikurinn, það voru með klift hérna. Ok. Já, allavega, vil ég litið líka? Þetta er ekki debut sem er í meistaradeildinni. Ég er að segja það, þá vorum við klift Er þetta silver eða eitthvað? Vil ég litin? Ég ætla að segja að þetta sé hann er hvítur og rauður Total 90 ég var að fara fyrst í gull maður aldrei að breyta en bara höfum á hreinu að þetta er ekki debutbúningurinn hans hann kliftur niður. Þetta er Vapor 2 gullitaður Þetta er rosaleg og þetta er gullitaði Prettin öruglega í úrstildaleiknum, hann er með bandið og er að fara út eftir hann skallaði Materazzi. Já. Þetta er vítið hans í þessum leik og leiðilegt að hann hafi ekki unnið þetta allt svo leiðis
en það er ótrúlega bólsi víti, en það sýnir okkur það að hausinn á honum hefur verið eitthvað skrítin en dag. Þú tekur ekkert svona víti í úrslitaleik HM nema hún setja algjörlega kolruglað þann dag. Nei, maður myndi alltaf bara loka augunum og dundra, sko. Já, Harvey Elliott, vinur Dr. Fútból, er mættur inn á. Harvey litli Elliott er mættur inn á. Það verður góð dífa og víti vantalega. Já, hann átti skot hérna maður sjá, hann er með skot. Új! Rétt framjá, það er alltaf líf og fjör á Anfield, annað en á Emirates vellinum. Sé nú bara svipin á Gunnar Birgis og hann líst ekki á blikuna, Sean Dice með allt í að sjá þig Gunnar Birgis. Hann líst ekki á blikuna. Nei, þetta er bara... Hvað meinar þau Gunnar? Þetta sjónarhóttur reyndar... Ég sýndi þetta betur. Ég lefur búin að jafna, kemur sjóta að jafna. Það var sjóta, maður. Það var sjóta. Það er stórmeistar jafnvel Emirates, þetta er búið. 0-0, þetta er búið þar.